Já, við duttum aðeins út en staðan núna 14-11 fyrir Þróttara. Og það Atli Pétursson sem gefur upp fyrir þá. Vigni með uppspili á Róbert Einaferni en hann verður að lauma. Og aftur Einar og þá fer Róbert í skellinn, fín hávörn. Og það nú Hlöðver bróðir þeirra sem að sáu það. En það eru þessi var úti og Stjörnumenn eiga uppgjöfuna og það Róbert Hlöðversson. Þá nú að gera fyrir Þróttar að stilla sig af. Þetta svo fast. Og net á Valgeir Valgeirsson og þá Róbert aftur með uppgjöf. Þetta eru bara smöss. Og aftur fá Stjörnumenn stigið og það eru jafnt 14-14. En þessar uppgjafir hjá Róbert Hlöðversinni eru náttúrulega ekkert venjulegar. Setti að vísu áðan yfir völlinn en ef hann hittir inn á völlinn þá eru þeir í stökustu vandræðum með að stöðva þetta. Skal við sjá, það Róbert kominn með 7 stig samkvæmt tölfræðinni hérna. Og hér á hann enn eina uppgjöfuna. Þessi úti. Gekk ekki upp hjá Þorsteini Ágústssyni. Fór þarna í miðjusmassið. Þessi úti af hávörninni og út, þannig að Þróttarar fengu stigið og það 15-15. Hörku önnur hrina hér. Breytingar hjá Stjörnunni. Róbert farinn út af. Þarna sjáum við skólabókardæmi það þegar móttakan ekki nógu góð og of löng. Og Þorsteinn Ágústsson setti þetta bara beint í gólfið. 16-15. Nei. Valgeir setur þetta í netið. Og þá það Kristoffer Proppe. Já, fín móttaka og Hlöðver með skellinn en flott hávörn. Og jafnað þetta. Stjörnumenn eða hvað, þeir komið yfir 17-16 og aftur Kristoffer Proppe. Já, fín móttaka og hávörnin komið þarna, Stefánsson setur þetta niður beint í gólfið. 16 og Kristoffer Einaferni enn. Új! Og þessi endaði bara í tölvunni á mér en
Fín skellur í hávörnina út af og 18-17. Vignir og þetta fallegt miðjusmas. Já, ekki spurning. Og Stjörnumenn konum með 2 stiga fórustu. 19-17. 25-13 fyrstu hreinu en þetta gengur ekki alveg upp. En sjáum að Janis Novikovs kominn inn á hjá Stjörnunni. Númer 7. Novikovs með móttökuna og þeir reyna aftur miðjusmassið. Gengur ekki alveg upp. Og flott hávörn hjá Þrótturum. Þeir jafna í 19-19. Benedikt Tryggvason hana með skellin í hávörnina og þeir bara átt hann flott hávörn í tvígang hjá Þrótturum. 19-19. Nú áttu þeir ekki séns. Aftur var það Benedikt Tryggvason. Sett hann þetta beint í gólfið. Benedikt fer í uppgjöfuna. Og enn fara þeir á miðjuna og nú var það Vignir sem skellti. Sýndist það. Og þessi fer af hávörninni. Og Þróttarar fá stigið 21-20 fyrir Stjörnuna. Hörkur hérna hér. Og Ragnar Axelsson með uppgjöfuna og þá skipting. Róbert kemur inn og aftur fyrir Janis Novikovs. Á að klára þetta. Vignir og Róbert kemur og nær ekki skellinum, heldur verið að lauma. Þá bara að reyna aftur. Og þarna kom hann. Það var inni. 22-20. Róbert alveg hrikalega öflugur. Hávörnin, Kristoffer Proppe, landið þetta niður. 23-20. Þróttar að taka leikhlé. Leiddu nú lengi framan af en Stjarnan virðist nú vera svolítið sterkari. Flott hávörn hjá Stjörnunni. En þessi út af 24-20, aðeins 1 stig í viðbót til að vinna aðra hreinu. Og hér kom það. Stjarnan vinnur aðra hreinu 25-20.
25-13 og 25-20, komin í 2-0. Og Það er Lárus. Lárus Jón Thorlason. Það hefur verið eitthvað vitlaust. En hérna 14. Er það 14? Já, 14 er Thorlason og gamla númerið hans er Lárus. Já, Lárus Thorlason og hann er númer 14. Það er engin númer 6 eða eitthvað. Já, örugg forysta Stjörnunnar hér, þeir unnu leik liðana í gær með talsverðum yfirburðum, voru ekki lengi að svo sem og hrinurnar í gær Þróttunes fór í gær 3-0 og hann kláraðist á 1,5 klukkustund sá leikur og reynda var fyrsta hrinan hörku hrina 29-27, síðan 25-19 og 25-22. Þannig að það var nú svo sem ekkert rosalegt burst. En 3-0 sigur Stjörnunnar í gær. Hér eru komin í 2-0, 25-13 og 25-20. Það er eitthvað talsvert að gerast hjá Þrótturum eða þeir ætla sér að vinna þetta upp. Stjarnan búin að vinna báða leikina sína til þessa á mótinu 3-0. Það eru Þróttarar sem byrja þriðju hrinna og Róbert Hlöðursson byrjar ekki inn á hjá Stjörnunni. Það eru einhverja smá breytingar hjá þeim. Emil Gunnarsson kom inn hann inn á, Finnbogi Ólafsson líka. Leifa mönnum svona aðeins að hérna spreyta sig. Þessi er úti. Skellurinn frá Valgeiri Valgeirssyni út af og Stjarnan komin í 1-0. Móttakan ekki nógu góð hjá Þrótturum. Matthías Haraldsson náði þessum ekki almennilega upp og þá er það 2-0 og Alexander Stefánsson með uppgjöfuna. Já, Þórainn með móttökuna og fín hávörn hjá Stjörnunni. Þeir koma þessu yfir og reyna síðan miðju smasið en það gengur ekki upp. Atli Pétursson náði ekki boltanum. Það gerði aftur á móti Kristoffer Proppe. Setti þetta bara í gólfið 3-0.
Já, þeir halda þessu lífandi Stjörnumenn, rosaleg barátta. Og aftur skellur í hávörnina og síðan hvað? Dæmt net á Stjörnuna og já, dæma net og staðan 3-1. Flott hávörn. Valgeir Valgeirsson mættur í hávörnina og étur þetta bara. Benedikt Tryggvason með skellinn og 3-2. Ára Matthías Haraldsson. Móttakan allt of löng og það var Hlöðver held ég á móti Vigni bróður sínum sem ýtti boltanum þarna niður. Hlöðver með skellinn og Kristófer og Vignir á móti í hávörninni en boltinn af þeim út af. Það er 4-3 orðið fyrir Þrótt. Fín uppgjöf. Nei, nú gekk það ekki upp hjá Hlöðveri. Virkaði. Ára Vignir í uppgjöfuna 4-4. Já, Hlöðver stórsmannsari mættur hér til leiks. Og hann er drjúgur sá gamli. Hann er kominn með 9 stig og er stigahæstur Þróttara. Stjörnumenn vilja fá snertingu, fá ekki. Og það er komið 6-4. Vignir upp og þessi er inni. Svona á það tæppasta en er dæmdur inni. Þetta er allt of löngu móttaka Kristófer Proppe. Þetta er í annað sinn sem hann gerir þetta í hrynni. Skellur hann niður. 6-6. Og aftur. Já, takk. Þetta er gaman hjá Kristófer Proppe. Það er bara veistla þegar hann fær boltan hvað eftir annað rétt yfir netið. Það er bara að lemja niður. Þessi er inni. Já. Matthías Haraldsson með skellinn. Ára Valgeir. Valgeir Valgeirsson í uppgjöfuna. Fín móttaka og laglegt spil. Kristófer Proppe er óstöðandi þarna á miðjunni og hann er líka komin upp í 10 stig, strákurinn. Og fer síðan í uppgjöfuna. Og þó að Proppe sé komin í afturlínuna, þá fer þetta í gólfið. Alexander Stefánsson búinn að taka stöðuna hans upp við netið. Og
9-7. Kristófer aftur. Nei, þarna mistókst heldur betur. Einhver misskilningur. Þýðir ekkert fyrir Alexander að mótmæla þessu. Hlöðver Hlöðversson fer í uppgjöfuna. Nei, þessi skellur frá Emil beint í netið. 10-8. Og þá er það Finnbogi Ólafsson með uppgjöfuna. Þeir reyna miðjusmassi, það gengur ekki upp. Þorsteinn Ágústsson átti nú að gera betur hann, það fekk reyndar var spilið svolítið lágt en samt Finnbogi með uppgjöfuna. Fínar uppgjafir hjá honum. Nú taka þeir aftur stutt á miðjuna og enginn í hávörn. Þá er eftirleikurinn auðveldur fyrir Þorsteinn Ágústsson sem fer núna í uppgjöfuna 11-9. Já, þetta var fast. Emil Gunnarsson kom þarna á ferðinni og náði að skella þessu í hávörninn og niður. Fer síðan í uppgjöfuna sjálfur. Og fín hávörn, Vignir og Alexander Stefánsson saman í hávörninni en boltinn út af þeim og náði ekki að stýra honum alveg í rétt átt. 12-10. Þessi er úti. Já. Ragnar Axelsson með uppgjöfuna út. Það var Alexander. Nei, þessi skellur gekk ekki upp hjá Emil Gunnarssoni í netið og enn er Kristófer Proppe eitthvað að tjá sig. Vignir og Kristófer upp í stuttasmassið en náði ekki að koma almennilega krafti á það en þetta er vel spilað og Kristófer mættur. Þetta er fjórða stigi sem að skora held ég bara í þessari hrínu með því að fá boltan hana rétt upp fyrir netbrúnna og setur hann bara beint niður. Vignir. Nei, Valgeir klikkaði algjörlega þarna. Fekk að vísu og spilið svolítið framalega. Þetta tegja sig í boltan 15-11. Og já, ég held að þetta sé bara það að langi stjörnumenn til að komast og sjá landsleikinn. Þeir ætla ekkert að láta þetta dragast of lengi. Ekki fara inn eina 5 hrínur. Við viljum sjá okkar stráka takast á við Letta í fótboltanum. Ég trú á því. En það er
Kristoffer Proppe er atkvæði mestu stjörnumanna. Hann er kominn með 11 stig. Hinum megin er það Hlöðver Hlöðversson með 8. Laglega gert en frábær vörn og þessi skellur er náttúrulega bara yfir í vegginn. Og þráttur að minnka munin. Já, 15-12. Og Atli Pétursson gefur upp. Nei. Það var algjörlega misheppnað. Einhvern veginn uppspil og þetta virkaði ekki. Og þeir koma þessu yfir. Hérna, vel gert. En boltinn síðan af hávörninu út af og Þróttarar búnir að minnka munin í 1 stig, 15-14. Vel gert hér hjá Finnboga Ólafssyni. Aðeins langt uppspilið hjá Vigni en Finnbogi náði að teygja sig í boltann og slá hann niður. Vel gert, virkilega vel gert. Og nú kemur Janis Novikos inn á. Og fer í uppgjöfuna. Hörku uppgjöf. Þessi steinlá inni. 17-14. Aftur. Hann veit hvað línan er. Búinn að negla núna 2 ásum inn í röð. Það er nú ekki séð áður í dag. Hlöðver í netið, uppspili fyrir aftanan og Þróttar að taka leikhlé. 19-14. 2 ásar í röð hjá Janis og síðan erfið uppgjöf sem þeir réðu illa við. Það er svolítið fyndið að sjá 1-2 stigin sem að Janis Novikos hefur skorað. Það eru þessi 2 ásar. Það eru nú ekki algengustu stigin sem menn skora. Beint úr uppgjöfum. Ekki segja mér það, 3. ásinn. Sá er búinn að reikna út vegalengdina að endalínunni. Hann hlaut nú að koma að því. Hann hlaut að koma að því. En 3 ásar í 4 uppgjöfum og nei, 5 uppgjöfum reyndar. Hann tók 5 uppgjöfur, fengu 4 stig. Og það er 20-15. Og Valgeir Valgeirsson setur þetta beint í netið. Þá er það Proppe sjálfur. Kristoffer Proppe. 12 stiga maðurinn. Nei, beint í netið.
alla heimsins reynslu á bakinu Hlöður Hlöðversson. Jájá, hann veit alveg hvað línan er. Þeir gefast ekki upp, 21-17. Vigni fyrir út af og Egill Arnarsson kemur inn á. Aftur. Tveir Ásar í röð, hann tekur bara og leikur eftir það sem Jannis gerði áðan. Já, Stjörnumenn á að halda þessu lifandi. Verða að spila yfir bara. Nei, misskilningur hjá Stjörnumönnum. Og Valgeir Valgeirsson laumar þessum bara beint í gólfið. Hann er kominn með 6 stig. Og Hlöðver í enn eina uppgjöfuna. 21-19. Nú minnka þetta og hér koma kemur enn stig hjá Þrótturum. 21-20. Ég sem held að menn ætlaðu að fara að sjá landsleikinn. Hlöðver. Fín hávörn og Stjörnumenn bjarga þessu og algjörlega misheppnaður skellur hjá Emil Gunnarsinni í netið og já, erum við ekki búin að jafna þetta í 21? Nei, það er 21-20 samkvæmt rítarborðinu er þetta 21-20. Jannis algjörlega misheppnað uppspil en síðan bara Alexander Stefánsson átti fyrst misheppnað uppspil, fær síðan boltan á miðunni og hamrar hann í gólfið. 22-20. 22-20. Finnbogi Ólafs með uppgjöfuna. Og flott hávörn hjá Þrótturum. 22-21. Og Finnbogi fer síðan út af og Lárus Thorarinsson kemur inn á og Vignir kemur líka inn á fyrir Egil Arnarsson. Að reyna að ná að klára þetta 22-21. Róbert hefur bara ekkert spilað hérna í þriðju hreinu. Spila hér stutt upp á miðjuna fyrir Alexander Stefánsson. Hann neglir þetta niður. Alexander kominn upp í 10 stig. Og þessi liggur inni. Emil Gunnarsson. Eitthvað voru þeir sofandi í vörninni Þróttarar. Og Emil setti þetta í mitt gólfið. 24-21, 1 stig í viðbót og þá er þetta komið hjá Stjörnumönnum. Þessi var nú full brattur.
hér kom 25. stigið. 25-22. Stjarnan vinnur hér 25-13, 25-20 og 25-22 og vinna þar með báða leikina gegn Þrótti 3-0 og er komið með 3 sigra í deildinni án þess að tapa hreinu.